og ég alltaf bara Harry, hætti sig Harry Styles Já, Gaur. ég er bara með man crush á Harry Styles Ég bjóst ekki við Harry Styles ég held að myndir fara á einhvern sko meira svona rough Já, sko Já hann klæði sig svona eins og ég held að hann er sömu föt og amma mín sko. Er hann ekki, þú veist, hann er svona bara svona grannur og Já, það er eitthvað hann er ekki bara svona dálítið strákalegur Stæli Hljóma ekki vel fyrir mig alltaf Nei, þú veist, þetta En er bara eins og ég segi, en ég vil ekki sofa hjá honum, skilju Nei, það Ég er bara já, með eitthvað svona, Ég held að man crush er meira svona þegar maður langar bara að vera í kringum hann Já. En Mér langar hann blikki mig Ok, þá langar að sofa hjá Nei, ég vil bara vera á tónleikum hjá honum og hann svona horfir á mig og Þá langar, þú veist, af hverju Hvað er, þú veist hann þá gerir langar Já, Þórður, þá langar til að bara fingurkoss Nei, þá er þetta meira heldur en bara mér langar að vera í Og hann segir kringum svona, hey, Toto Hann kallar mig Toto, sko Hann stoppar á tónleika I see it's Toto from Iceland kommóður og eitthvað kjafta þetta Hvað ruglið það maður? Það er alltaf að plata mann eitthvað Getur þú hjálpað mér að flytja? Gaur Nei Ég segi alltaf þroskast Gaur Heldur ég sem að hjálpa þér að flytja Þroskast Kom on, gaur Ég næði alltaf að meiða mig eitthvað Þú veist ég var að halda okkur kommóðan og það skellti svona á Svona, hérna Ég er okkur að fara að missa þessa nögl Já, ég myndi taka þetta af núna bara Nöglina? Já Áður en þessi þáttu verið búin, þá er ég búin að taka nöglina af Ok Yes Nöglina af Það var skjóta hana Wow, þú ert alltaf með nýtt eitthvað svona. Já, ég var að fikta í þessu áðan Já Og það eru komið ný hljóð Ok Hvað er mest spenntu fyrir? Þetta er þú upp á sviði Að bóma What? Ég var ekki búin að skoða öll hljóðan Ég er bara búin með fyrstu 4 okay. En ef við förum yfir þetta allt saman Wow, þetta er þú að setjast á klósetti okay. Þetta er þú að pissa Já, ok, ég held að þetta var ég að hlaupa á klósetti Hvað, þetta voða eitthvað stríðs eitthvað. Já, þetta er alltaf Ok Einhvern þristur Mér stikla sig Þetta er þú að fá þér bjór Já Svo segir konan, drekkur ekki á mikið Hattu gæt ekki Fljótur reyð Þú ert ekki búin að taka eitt sopa Þetta var bara reyði Þetta var ekkert áfengistengt reyði Vá, ok, Þú þarf að vara í anger management Við erum ekki búin, við erum 3 eftir Vá Drekkur þú ekki á mikið? Nei Og svo síðan við þekkjum þennan Já Þetta er gaman Já Þetta var svona eins og eitthvað svona háskóladrama þáttur eitthvað Já Gerðu þetta aftur, við erum að byrja Síðustu viku Svo var þetta ekki tvíburasystir mín eftir allt saman Can't believe you didn't call me Herri, þú varst á Akureyri Ég var á Akureyri og það gekk rosalega vel og síðan þegar við komum heim og fór alltaf flott Já, ég sá það, þetta var staðin sem við vorum báðir að skemmta á Ég var helgina undan Já. Þú núna, þetta er bara allt komið bara flott Það var of mikið að því góða Já. Er það sem Akureyri er að segja þessa sýningu Já, núna spilaði bara blautt dansgólf, lagið Já, ég var ekki að pæla hverju sko Ársæll vildi meina að hann hefði gert alla dömundar og blautar Mamma var hann að ekki Jú, þú fréttir að því Ársæll reyndi að ríða mömmu minn
Þetta var aðeins og langt gengið. Ég ætlaði að segja akkur döð, ég fyrir að hún að vera að reyna á hann. Þórhallur, what? Mamma mín? Nei. Keypti hún silki nærbuxur á handanum? Ok. Mamma var í stuði. Nei, ok, hvað er það að tala? Nei, mamma var í stuði bara að hlæja. Já, þetta var rosa gaman. Já. Það var allir í stuði. Já. Það vildu allir ríða Ársæl. Er það? Já, í hennar defense, það var Ársæl on point. Hann var líklega nýbúin í klippingu. Nýbúin í klippingu. Frá Frikka. Frá Frikka, það bara... Sem er annað grínisti. Já, þetta er kombo. Okay. Þetta er mömmu kombo. Hvað voruð margir á það? Við vorum 7 í heildina. Já. 6 grínistar, eða 6 uppistandrar og 7 í heildina, 6 grínistar og 1 frekar glata sem er eitthvað að reyna. Því hann og mamma, hún var með allan tíman. Hún leti ekki ásæðlu. Nei, hún senast 6 á line-upi og síðan hóstir okkar hann Dáfur. Já, geðmaður. Já, þetta var rosalega gaman. Rassi, hann þekki vel til að það. Rassi þekki bókstala, hann mátti ekki fara neitt, þá bara var hann stoppaður. Já. Og hann var ángríns. Það er bara maðurinn á Akureyri. Já, Akureyri, þú veist, á leiðinu á Akureyri. Við stoppum í Staðaskóla og þar var fólk að stoppa Rassa. Bara, ert þú ekki með sýningu í kvöld? What? Já. What the hell? Þannig að áður við komum, svo bókstala á því sem mátti ekki... Sem heitir bæði Baldvin en bara... Já, Baldvin Ómar. Rassason, hann heitir ekki Baldvin Ómar. Hann heitir bara Baldvin eitthvað svona. Og hann bætti að fara Ómar við. Hann bætti Ómar við. Ég held allan að það sem ég heyrði hann bara langaði í svona millina. Hann lifir ekkert eftir einhverju reglum samfélagsins. Nei, hann lendir stundum í vesinu fyrir þetta. Svo er hann að kaupa flug með það. Ekki skrifa það Baldvin Ómar eða þú ert ekki, heitir það ekki löglega. Sko það sem ég heyrði var að einhver annar keypti flug með fyrir. Og það sem ég ekki að trúa því. Við þurfum eiginlega að fá Rassa hérna til að segja betur frá þessu. Ég held það. Sko ef við verðum ekki að taka upp podcast þá væri ég búin að búa til einhverju sögu bara. Bara svona það sem ég held að hefði gerst. En ég þurfi ekki að fara með það til að vera að taka okkur upp. Herðu, við vorum að tala í síðasta þætti að systir konur mín hafi farið til spákonu. Já, og ekki smákonu. Spákonu. Já. Fór að heimsætti smákonu. Mamma? Meikar ekki sens. Herðu, svo var Lovísa vinkona okkar að horfa þáttinn okkar í morgun. Já. Og hún var að horfa þetta með spákonu söguna, það sem að spákonan sagði að sem sýsti konur mér myndi fá út frábæran kall sem að væri ekki að spila eins mikið tölvuleiki eins og maður sýstuðina sem að var ég sérst, eitthvað svona óþörkaður kall, skilur. Já. Herðu, Lovísa var vist eitthvað að láta lesa fyrir sig eitthvað tarotspil. Ok. Og það kom eitthvað sem að þú þekkir mikið á samfélagsmiðlum eða tala mikið við á samfélagsmiðlum, mjög tilfinningalega óþroskaður, menn hafa samband við þig brálega og beygja þig eitthvað. Leið og þetta bara, sleppti orðinu. Já. Bíp, bíp. Og fekk hún skila bara frá mér. Það sem ég var að biðja eitthvað. Nei. Jú. Hvað varst að biðja? Hvort hún vildi koma og vera með uppistand eða eitthvað, þú veist. Já. Ok. Eða pening eða eitthvað. Ákvæð það. Kemur pening. Nei, þú veist, hún bara eitthvað tilfinningalega óþroskaður maður. Já. Á samfélagsmiðlum, þú veist. Á samfélagsmiðlum biðja pening. Hún biðjaði eitthvað og bara leið. Þórhallur, send you a message. Getur þú nokkuð hérna eitthvað? Akkur er alltaf spákonur. Ég held að sé eitthvað samsæri í gangi. Spákonur eða smákonur, ég veit það ekki. Þetta eru spákonur. Já, spákonur Íslands er bara eitthvað fokkum í öllu sem að mögulega gætu þekkt Þórhall. Já, eða þá bara þú veist að sko að því eins og við tölum síðast ég trú ekki alveg spákonum sjálfur. Nei. En það er skemmt að samsæri, það eru búin að ákveða þetta fyrirfram. Eða þá bara þú veist einu tengingana sem að það eru með við svona heimina að handan er bara Þórhallur. Alla spákonur á Íslandi fá bara skilabóðum þig. Hann er svo óþroskaður. Já, ég ætla að fara til spákonu. Já. Ég ætla að spyrja bara. Segð mér bara strax eitthvað Þórhall.
Nei, veistu að ég bara, ég bílaðist að láta þér, ég ætlaði ekki að segja, hún ætlaði ekki að segja mig frá þessu einu sinni. Ekki? Alltaf bara haldið þessu fyrir sig? Já, hún haldi að ég myndi taka þessu illa að vera kallað tilfinningilega óþroskaður eða eitthvað. What? Þú talar alltaf um það? Nákvæmlega? Þú spurðir þér í síðasta podcast í beinni útsendingu um konuna þeirna og við komum staði að hún er sammála okkur. Þannig að þú veist, ég veit þetta alveg. Já, þú ert krakki. Vá, þú ert að skjóta krakka. Þú ert að skjóta krakka. Viljum ekki neitt börn í stúdíó. En ég var líka skemmta. Ég var á fóti Flateyrar á 50-daginn. Já, ég frétti að það gekk alveg ógeðslega vel. Já, og var hann að gamanmyndahátíð Flateyrar. Já. Og ég var að skemmta þar og bara tróðfullt og ógeðslega gaman og hérna bara mjög skemmtilega hátíð. Ég hefði alveg verið til að vera alla helgina. Ég þurfti að fara daginn eftir. Já, mér langar að kíkja. Og það var hérna það var mjög skemmtilegt þetta kvöld. Það var bara, þú veist, heiti Vagnin var staðurinn sem við vorum á að skemmta. Já. Ég og Lovisa, ég var baðan um að Lovisa smákona. Já, Lovisa smákona, hún er þekkt sem það. Og sko, svo var þetta sýningi búin og það var eitthvað svona fjör eftir á og fólk var að fá sér og gaman. Svo lokaði vagnin klukkan 1 og þá er einhverjur gaur að reyna að draga hann Lovisu í eitthvað eftirpartí. Já. Og hún bara eitthvað, ég ætla að fara að ná í Þórhall. Og gaurinn eitthvað, nei, hann er eitthvað fertugur eða eitthvað. ekkert vera að ná í hann er fertugur eða eitthvað. Hún eitthvað, ég er 35 sko. Gaurinn eitthvað, ok, það skil ekki, þú alveg. Sko, ok, ég var komin upp í rúm. Já. Og ég hefði ekkert nefnt í þetta eftirpartí. Nei. En þú veist, ég hefði viljað vera boðið, skilur. Já, sérstlega sko. Og ég þurfti ekki að, hún vildi ekki segja mig frá að einhver spákona að ég var tilfinnilega óþroskaður. Já. En hún var mjög glöð að segja mér að einhver fannst ég verið ógamall til að vera boðið í eftirpartí. Það er enda dálítið rough. Já. Það er Og svo kom í ljós, þessi gaur, hann þoldi mig ekki allt kvöldið. Já. Hann var búinn að hann var eitthvað að tala yfir og var alltaf að fara út og koma inn og var alltaf að tala við Lovis og hann eitthvað, Þórhallur glataður. Hún eitthvað, þú ert ekki að hlusta. Hann er bara glataður. Og ég hafði tekið eftir, hann hafði eitthvað svona, ekki kalla fram mig, hann var eitthvað að tala því ég sagði eitthvað, ég hafði farið til Færi, hann eitthvað, ég var í Færium og ég held hann ekki alltaf segja mér það, en ég heyrði það svona eitthvað, hvað segir, varst þú í Færium? Hann eitthvað, sagði ekki neitt, ég eitthvað, ertu frá Færium eða? Svo sagði hann ekki neitt og ég eitthvað, ok, skemmtilegt eitthvað. Svo kom ég ljósa eftir á að gaurinn hataði mig og hann var eitthvað, hann semst í einhverju svona improv, hann er svo spunar. Já. Og það er alltaf, þú veist, þetta er búin að vera oft lengi svona eitthvað djóka, eitthvað svona bíf á milli uppistandara og improv. Já. Og ég bara þarna kom í ljósa það er bara rétt. Já. Án þess að þú vitir að því. Ég vissi ekki neitt, sko. Nei. Hann þoldi mikið og hann eitthvað, þú veist, ég er improv, sko. Það er alveg grín, sko. Og þetta er eitthvað rugl bara. Og hann er glataður. Og hún eitthvað, þú ert samt ekki hlusta á hvað hann er að segja. Hann er glataður, ég bara Og svo en þú veist, þegar ég kalla á hann, þá hefði hann getað sýnt, þú veist, sagt eitthvað á móti, þú veist, og byrja að bulla eitthvað. Já, því ég var að opna fyrir. Hann er lélegur improv. Já, ég var eitthvað svona, skilur við, já, ég er frá Færium og hann frosnaði bara. Já, hann bara. Já. Sagði ekki neitt, ég eitthvað, ok. Sko, improv versus stand-up er svona Ísland á móti Danmörku. Uppistandi Danmörk. Já. Ísland er improv. Já. Danir er ekkert að pæla í þessum Íslendingum sko. Nei, Íslendingar mjög uppteknir. Já, við segjum fólk í improv og sérstaklega sko, nei, þú veist, ég er ekki að tala um svona allir í improv flest improv fólk sem ég hef hitt í greinstæði, þau eru ógeðslega að fyndin og það er ekkert bíf á milli ekki frá mér allan, ég bara ef ykkur er góður í improv, það er bara geggjað, skilur. Já, þau eru alltaf ógeðslega að fyndin líka. Eitthvað svona betri leikarar yfirleitt en og þetta er myndlíking sem ég var bara búið til hana kannski seinur eftir sundur en ég ætla að halda mig við hana. Bara haldu við það. Já. Flestir Íslendingar og Danir fíla hvern annan alveg sko. Já. Það er einstaka Íslendingur sem bara hata Danmörk. Og Danir skilja ekki af hverju. Já. Og þetta er alltaf minnumáttakend.
Já. Þetta, Bara okkur líður bara eins og lítil og Við erum bara Og- líka, við erum og bara þú líka veist- glað maður. þessi Íslendingur, hann reyndi einu sinni að vera Dani, Já, það gekk ekki upp, hann læri ekki tungumálið, já. hann er þetta að fluta aftur heim og byrja aftur að vera Íslendingur og halda sig bara við það. Ekkert verið að bjóða Danmörku. Já. Ferdu það eitthvað. En ég get alveg, ég þóra að veðja að þessi gæi hefur prófað uppistand, Já. Og Ég- ekki gengið vel. ekki gengið vel hann bara er að hata- taka því út á þig. Já. Það er alveg, ég þóra að veðja aðleigur minn sem er heill bílskur, Vá. ég á hann ekki, ég leigja. Það mátti ekki gefa hann. Nei, en ég þóri samt alveg að leggja hann undir. Ok. Hann hefur prófað uppistand Já. og það gekk ekki upp. Ég vona bara að vera ógeðslega leiðilegt í þessu eftirparti hjá hann. Já, ef hann var í því þá var það leðilegt. Kannski er hann svona hate watch að þetta. Ég vona, Já. Gaur, ef þú ert að hate watcha sjáumst á næsta ári á gaman mynda hátíðinni og fá því. Þeir eru Þú- ekki þú- búið í mitt eftirparti sem er til minnættis. Nei, Kótó kommenta Já. horfðu á Big Small Town Kid og ef þú fíla mitt uppistand þá skal ég vera með þér í liði. Vá, Ja, þú veist. allt í lagi. Mátt líka bara koma í þáttin eða eitthvað. Já. Taka smá improv. Ættu að fara að taka ættu að fara að taka gesti inn í podcastið. Það er alveg, ég er alveg til í það. Já, Bull í einhverjum. og prófa Það var skemmtilegt fólk. einhvern tímann. Ég lengi að tekja svona auka þátt. Já. Hann bara hafa alltaf þennan fastan á. Já. Svona, og svo eitt svona auka þáttur er tala við annað fólk. Já, Já, fá okkur gesti. já, Það geti alveg verið eitthvað. það geti Ég er alveg. til í það maður. Já, það er öll að rugla. Já. Svo fór ég til Vestmanni, Þú fórst í Vestmanni og það var ekkert gaman í bátnum, síndist mér. Nei, það var sko, ég kom bara heim í gær, sko. Já, Ég var í bráðri lífsætu í Eyjum frá 6 morgunin. varst að spranga. Nei. Og bara hann til ég var komin heim. Að því fyrstu morgunin og ég bara með myndband að því, ég var í ég leiði einhvern lítinn sumabústað sem var sko hurðin náði upp á höku á mig. Þú veist, ég er ekki hávaxinn maður, en ég var, þú veist, ég veist að beigja mig til að fara inn í bústaðin og mér fannst ég vera bara hamða með hann, tjöldlega stór og mikill eitthvað. Er ekki aldrei dramatist að segja að þú varst í lífshættu samt? Nei, býtu sko, svo kom þetta helvítis rók og stormur Já, það var vongt og það var bara, byrjaði 6 morgunin, allir bústaðin byrja að hristast og sko, rúmið mitt fæðist út á mitt gólf Já. og ég bara held að, þú veist, þetta var verið mest jarðskjálft síðlendi, þá bara allt hristist og ég var að bíða bara eitthvað, þá byrja allt svona að braka í öllu og ég var bara, þetta er að fara í sundur, bara komin er að fara að fjúka út í sjó Já, og ég bara að fara að deyja, ég bara dó, bara, hvernig dó hann? Hann dó í kofa. hann var í Hann kofa kofa, og hann fauk út í sjó í Vestmanni. Það er því fyndin leið til að deyja. Þú verður við ekki hana. Ef ég myndi frétta að þú ert á, ég er ógeðslasaður og síðan er þið sagt mér hvernig þú ert á. Já, það Það svona eitthvað, já, þetta er ekta Þórhallur leið til að deyja. Ef við fann í kofa, Já. Jesus. hvað er lappið? Sko. Já, vá. Já, vá. Það er bara, ég verð að senda þér þetta. Hvað ískur er þetta? Þetta var bara alltaf hristast. Er þetta bara bári á mig? Já. Og þetta fór svona undir og það hristist allt. Ég er á leiðin út í sjó. Er þessi kofi einn, þú veist, bara standaði einn einhvers Það eru nokkur annar og litli kofar inn í Herjólfsdal. Og mér var ekki sama, sko. Nei, þetta er eftir sýningu eða fyrir. Þetta er bara, ég var búin að sofa þarna, þetta bara 6 morgunin í gær, eða þú veist, eftir sjóið. Ég bara náði að sofa nokkur klukkutíma. Svo bara byrjaði þetta. Ég var smeykur. Ég var smeykur. Sitt. Og svo átti ég, sem sagt, báturinn að fara, Herjólfur átti að fara í hádeginu. Já. Það var, því var slaufað, það var svo vont viður. Bara, ok, við ætlum að reyna aftur kl. 5 og við vitum ekki hvort við förum í Landeyjarhöfn eða í Þorlákshöfn og við ferðum í Þorlákshöfn og tekur það 3 tíma allavega. Já. Hittir 40 mínútur Af hverju? út af bara, svo sagður, jú, við erum on klukkan 5 og við erum ekki að fara í Landeyjarhöfn af því þar er ölduhæðin bara, þú veist,
8 metrar eða eitthvað, það var eitthvað geðveiki sko. Já. Þannig að það er bara ekki hægt að fara þangað, þannig að við þurfum að fara í Þorlákshöfn og það mun taka 3 til 4 klukkutíma. Ég eitthvað, já, ok, ég er bara eitthvað, ég reyna að leggja mig eða eitthvað bara, þú veist. Herri, það voru ekki liðina 20 mínútur af ferðinni, þú veist, og það var svo mikil öldugangur að allir í skipinu voru byrjar að æla innan við 20 mínútur. Og ég hljóp inn á klósett, fann eitt sem var opið, opnaði áhugt gaur sem var bara, þú veist, hann var að flýta sig svo mikið að fara að æla, hann gæti ekki eins og læst á eftir sér. Oh my god. Opna hurðin á, það var eitthvað strákur bara, hann eitthvað ældi út allt, ég eitthvað svo rétt náðu að finna eitthvað annað klósett og æla þetta. Var það að æla saman? Nei, ég náðu að fara á annað klósett sem betur fyrir. Já, ok. Þetta er ælandi. Þetta var, þú veist, ég var alveg farið í sjóferð áður og með öldugang og mér fannst það eiginlega bara betra, mér finnst verra þegar svona er verið að hreyfast eða ekki, þá fæ ég svona Já. En svo ég færi svona, já, finn svona aðeins fyrir, mér finnst það bara betra. Já. Þetta var svo mikið bara, ég veit ekki hvort að ég hafi verið sjóveikur eða hvort ég hafi bara fengið bara full on kvíðakast. Þetta áðuruglega blandað. Já, ég held það nefnilega. Ég var eitthvað, mér fannst bara, skipið er bara frá hliðina. Já. Þannig að ég var í bráðri lífsættu bara allan daginn í gær. Ok. Velkomin heim. Já, þakka þér fyrir. Það er gott að fá það heim til Íslands. Já. Ég elska þetta, þegar ég næstur ég fyrir farið þá ætla ég að taka norrænu báðaleiðir. Já. Mér finnst það ógeðslega gaman. Var spilavíti í Herjólfi? Nei, ég hef farið í Norrænu líka. Já. Ég fór til Færeyja, fyrst skipti sem ég fór til Færeyja, þá fór ég með Norrænu. Og það var einmitt spilavíti og það var eitthvað svona klúbbur. Þú veist, það var þú veist eitthvað. Já, nokkri veitingastæður og svona, og fórst í bíó. Nei. Já, Bjarni Tómas skelltum okkur í bíó. Já, næs. Og keypti með og Manstu hvað það var löng ferð til Færeyja? Var þetta 18 tímar eða eitthvað? Já, 18 held ég. Já. Það var 17-18 tímar. Ég og Bjarni Tómas fórum í bíó og kaupa með, keypti með hana og svo allir bara svona, hvar er röðin í bíóið? Já. Og bara hérna, og síðan opnar hann hurð. Við erum bara 2 í salnum. Þessu heldum við að koma mæta seint eitthvað. Já. Settum við inn í innan pínulita bíósal og gæðin læntu bara svona D-disk í tæki og var bara svona, sem að tekur allan galdurinn úr bíó. Af því að nú ertu bara, það er alveg bara verið svona litli bróður einhvers að spura hvort mig að horfa á mynd. Svona, já, en það skal redda þessu fyrir. Oh my god. Og sátum í bíó og borða pop og eitthvað. Það var alveg gaman, sko. Það er reyndar skrítið að fara í bíó í bát sem að vagga svona. Þetta er svona eins og versta svona 4D bíó. Já. Svona, við erum næst í að hreyfast en það Já, þetta er ekki takt, gaurinn er bara að lappa í eyðimörk, ég veit ekki hvað ég er að handla fram og tilbaka. Ég maður samt, þetta var ótrúlega mikið ruglferð þegar ég var eitthvað 20 þegar ég fór og það gerði svo margt bara í þessari bátsferð, leiðin tilbaka. Ég veit ekki hvort ég segi allt frá allir. Jú, skiptir ekki máli. Jú, voruð þið úlingar? Já, ég var 20. Það má allt á sjó, sko. Já. Það er ekki neitt ólögt þar, heyrði ég. Og sko, við vorum náttúrulega bara, þú veist, þetta er löng ferð og við bara, bara gaman, það er klúbburinn á bar og eitthvað, bara dettum í það. Og við vorum að bara drekka og hafa gaman og það var eins og atriður svona ógeðslega weird bíómynd. Það var eitt par á dansskólinu að dansa við eitthvað svona, þú veist, ABBA-lög eða eitthvað og þetta var smákona. Hún var ekki spákona, þetta var smákona. Það var smákona, já. Og hún var klædd eins og skáti. Skáta smákona. Já, það var skáta smákona. Já. Og hún var bara eitthvað, dansaði á milljón og með henni var eitthvað svona gaur í hjólastól. Og hann var svona að dansa með henni, eitthvað bara. Og þetta var eitthvað svo súrrealist bara, og mér fannst það svo geggjað. Ég var komin í eitthvað stuð og drekka, þannig ég fór að dansa með þeim. Já. Og þú veist, vinur mér var bara alltaf að fylgjast með og hlæja og ég var alltaf að dansa og leið og ég byrjaði svona að dansa eitthvað, vildi bara svona vera eitthvað með þeim þú veist, ég vildi bara þá byrjaði hún alltaf eitthvað ég á kærasta ég er það er bara geggjað þú veist, ég er bara að dansa að hafa gaman hún var bara, vildi vera viss það að ég skar hún nokkur sem á þig, eða? Þú veist, ég var bara eitthvað já, og svo bara dansa hún eitthvað
já, kærasta, ég eitthvað, já, fínt, við bara, dönsum bara höfum gaman, skilur, með á gaurinn alltaf hjólastólunum bara, að taka bestu múin sín, skilur, ég veit ekki hvort að hann var kærastinn eða ekki, skilur. Nei, var hann hjólastól í bát? Já. Það lítur að vera erfara. Já. Hann í hjólastól. Wow. En svo hérna var þetta náttúrulega, sko, það var hægt að fara í afgreiðsluna og byggjum sjóveikisbylur Já. og við vorum að drekka, sko. Já. Þannig að ég fór eitthvað svo sjóveikur, það var ekki sjóveikur, sko. Fá einu svona sjóveikispillu. Fekk svo, og einu kom, já, ég er svo sjóveikur, og hann fekk sjóveikispillu. Svo kom ég eftir smástund í eitthvað, þetta er ekki að virka, maður var aðra sjóveikispillu, þau eru að leta okkur fá aðra. Svo kom ég smástund í eitthvað, ég týndi þessari sjóveikispillu, svo letum við, má ég fá, ég veit ekki hvað þeir dældu í okkur af þessum sjóveikispillum, við vorum orðin kolruglaðir. Jesus. Svo bara fóru aftur á dansskólið. Býtum maður drekkur hún í sjóveikispillur? En maður það var alveg bara það er bara, fucked. Já, ekki gera það. Nei. Nei, ok. Allt í lagi þá. Nei, þetta er bara á endar í ykkur rugli, sko. Já, já. Að dansa við konu í hjólastól. Já, Nei, í skátabúð. konu sem að kall í hjólastól. Kanski kall í hjólastól. Þetta er mjög ruglandi, sagði. Ég veit það. Þetta er bara svona eitthvað, Hún á kærasta. hún ákæðist það. Einhvers staðar. Já, já. Hvar hann er. Já. En þú, svo- pointleina var meira svona að þú verður ekki nýi kærasti minn. Já, algjörlega. Svo þegar ég var ekki að dansa, þá settust við niður og vorum alltaf að tala við einhvern gaur. Ég held að hann hafi verið í Danmörku. Og hann var, sko, aftur eitthvað mjög svona skrítin típa. Hann sat hann bara einn og hann með alltaf með kókflöskunum sína. Já. Og hann með svona smá yfirvaraskegg. Og það náði svona yfir varinnar. Já. Og alltaf svona, hún fannst, ég hef aldrei séð neitt njóta bara kóki, það var besta kók í heimi. Já. Og hún fannst þetta svo, hann alltaf, og alltaf svona smá skeggi fóru svona ofan í kóki. Og það var alltaf svona blöytt kók, blöytt svona og lag, og hann alltaf, og svo talaði svona. Með dönskum reynd. Já, og svo var hann alltaf að segja ykkur hann að farið til Seyðisfjarðar. Jeg går 2 gang Seyðisfjörð. Og við eitthvað, yeah, okay, did you like it? Jeg har gått 2 gang Seyðisfjörð. Þetta var einu sem það sagði, við vorum alltaf svo byrjaði hann að drekka kókina aftur. Það er svo gott. Jeg har gått 2 gang Seyðisfjörð. Við vorum með þetta, ég har gått 2 gang til Seyðisfjörð á heilunum í svona 10 ár eftir það. Og alltaf, ég har gått 2 gang til Seyðisfjörð. Ég reyndar, Seyðisfjörður er eitthvað, maður pælir aldrei í Seyðisfjörði. Svo leiðvort komið til færi að þá talaður Seyðisfjörð. Já. Og allt svona í norrænu eitthvað, Seyðisfjörður hér, Seyðisfjörður sé bara höfuðborg Íslands. Það var geggja. Ég maður þau fórum til Færeyja, þá gistum við einu nótt á okkur hóteli í Seyðisfirði. Í Seyðisfjörð. Og við eitthvað, herðu, kíkjum á okkur bar og þá var eitthvað, já, hann er þarna. Þetta var bara eitthvað hús, einbýlishús. Og eitthvað, já, þetta er barinn. Eitthvað. Og maður svona opna bara, þetta var bara svo við erum að brjóðast inn í þetta er bara húsi heima, þetta er bara heima í okkur og þetta var svona, og svo var bara eitthvað gauð var búin að breyta stofinu sinni í bar. Nei. Þannig að hann var með svona pínlítið bar og var hérna borð og eitthvað, og svo var bara svona skjávarpi. What? Og það voru svona 3 myndir, það mynda okkur bát í höfninni, svo mynda höfninni, svo mynda eitthvað honum, svo kom mynda aftur að bátnum og höfnin og hann og svo og við eitthvað, ok, þetta er geggja fjörmaður kíkt út gluggan, þá er svo ég segir fyrir, ég veit ekki hvað það sé ennþá, þá erum við svona Hollywood-skilti þú veist, bara stendur Seyðisfjörður, hvað er að gera sér? Já. Býtum, var hann með samt vínveitingaleifi og allt alveg örugglega ekki. Örugglega ekki. Hljómar ekki þannig. En já. Herðu, já, svo við vorum leiðin tilbaka við vorum að drekka þarna og taka einhverja sjóveikispillur ofan í það. Svo náðum við að sofa í svona 2 tíma. Þannig að þegar við vöknum erum við ekkert í standi skil og það var bara eitthvað, og við vorum á bíl. Já. Við eitthvað, ok. Og við ákveðum actually að vera ábyrgðarfullir. Við létum bara, við erum ekki í standi til að keyra.
það þarf eitthvað að keyra fyrir okkur bílinn út og það var eitthvað ógeðslega pirraðar á okkur náttúrulega, bara eitthvað og svo keyrða bílinn út og það var eitthvað löggaðan eða eitthvað, við eitthvað létum þess að fá lykilinn við eitthvað, veit ekki hvað svona við létum löggun að fá lykilinn okkar þetta er eitthvað rosalega lúðalegt sko. Já. Og svo fundum við eitthvað hótelana og við eitthvað, getum við pantað þú bara í dag, við þurfum bara að sofa úr okkur, skiljum við. Svo, svo við, eitthvað náum allan að rennir af okkur. Vá, kann ekki tala það er búin að vera í Norrænu í dag. Það er nokkra sjóveikst. Svo vöknum við eitthvað, við létum löggun að fá lykilinn eitthvað, ok, við röltum að löggustöðuna, lokuð, við eitthvað. Já, bara lokuð í dag? Já, hún bara lokuð, skiljur, það bara kom miðjan dag. Loka lögreglustöðar? Þarna, við eitthvað, ok, það er engin þú sími hérna. Var lögreglustöðin líka í íbúð bara einhverju blokk? Það liggur við, sko, saman og barinn. Nei, við fyrir svo, það var eitthvað veitingastafil hérna og við eitthvað, hvernig var ná í, þú veist, hvað er löggan? Þau eitthvað, já, hann er bara heima á sér. Já. Var lögreglubílinn lagður fyrir framan húsið? Alveg, þú veist, bara heima hjá hann. Já, ég þekki það, sko. Og svo enda með að, við eitthvað, ok, heldur að, já, hann fyrir að koma örgulega eitthvað, þú veist, engar ágjur, við eitthvað, já, hann er með lyklan okkar, við komumst ekki til herri, svo loksins sjá, við sjáum löggubílinn koma, og við eitthvað, svona veifum, og hann keyrir fram hjá, og hann veifur okkur, og keyrir byrst við eitthvað, þú er með lyklan okkar, ég veit þú ert ekki búin að gleyma það, það er ekkert annað að gera þannig, skiljum við, þetta var, vinnan þann dag var að geyma lykilinn, skiljum við. Nei, hann keyrði bara fram hjá voru þessi vinarlegir að veifa mér svo krakkar sem ég gerði það nei, vinkum löggur hei, þú með lykil þetta er eitthvað svona, vá, þeir virða lögregluna já þessi góðu ungu drengir við vonum líka bara, ég ætla aldrei að vera ábyrgð fullur aftur nei, ég myndi ekki þú veist, hvað er það að pæla ógeðslega miklu lúðar keyra bílinn maður ég got two gang en ég komst að einu því ég var að keyra, þetta var löng leið til Flateyrar. Já. Og ég komst að einu. Hefur ykkur verið með man crush? Man crush? Já. Það var ekkit endilega sko, það varst ekki, þú veist, þá vilti það ekkit endilega, þú sofa hjá. Nei, já. Þú bara með eitthvað svona man crush á okkurum. Já. Finnst hann bara, þessi er æði. Já, og þú horfir á mig, er það að vera að segja? Nei, ég var ekki að segja það. What? Þetta var þú að hlaupa á klósið og poppa af. Sétt maður, ég veit líka að þú veist 80% af fólkinu sem hlustar á þetta þú líka þessi sanda og svo erum við að fara að missa okkur yfir vel framleittu. Ok, allavega. Það kom eitthvað lag sem ég hafði ekki heyrt. Ég var búin að heyra eitthvað tvisara eða eitthvað í útvarpinu og ég eitthvað, það er ekkert svona oft sem að ég heyri eitthvað ný lög og finnst, ég er ofta hlusta bara ógeðslega gömul lög. Já. Ég er svona eitthvað, gullbelgjan, það er mynd. Þá er kallir í stuði. Tengi. Já, en þannig að það kom eitthvað lag og ég eitthvað, það er eitthvað í þessu. Hver er alltaf þetta sé? Og svo kom eitthvað, þetta var nýja lagi með Harry Styles. Og ég eitthvað, Harry Styles? Man crush á Harry Styles? Og ég bara, það var eitthvað, 2 lög eitthvað í röðu sem ég bara fíla með honum og ég er alltaf að sjá eitthvað svona ég held að TikTok vita ég sem er man crush á honum að því að ég er alltaf að sjá eitthvað svona frá eitthvað tónleikum, hann alltaf að blikka eitthvað út í sal og ég alltaf bara Harry, hætti sig Harry Styles? Já, ég er bara með man crush á Harry Styles. Ég bjóst ekki við Harry Styles, ég held að myndir fara á einhvern sko meira svona rough. Já, sko já hann klæði sig svona eins og ég held að hann er sömu föt og amma mín sko. Er hann ekki, þú veist, hann er svona bara svona grannur og já, það er eitthvað hann er ekki bara svona dálítið strákalegur stæli hljómar ekki vel fyrir mig alltaf. Nei, þú veist, þetta bara eins og ég segi, en ég vil ekki sofa hjá honum, skilur við. Nei, það ég er bara meira svona ég held að man crush er meira svona þegar maður langar bara að vera í kringum hann en mér langar hann blikki mig
Ok, þá langar að sofa hjá Nei, ég vil bara vera á tónleikum hjá honum og hann svona horfir á mig og Þá langar, þú veist, af hverju Hvað er, þú veist og hann þá gerir langar Já, Þórhallur, þá langar til að bara fingurkoss. Nei, þá er það meira heldur en bara Mér langar að vera í Og hann segir kringum svona, hey, Toto hann kallar mig Toto, sko hann stoppar á tónleika I see it's Toto from Iceland og hann blikkar mig og ég bara róðna í raskinunum eða eitthvað. Ói maður, hvað er það þér? Harry Styles Þessi rugglaður Og hann svona tekur svona perlufestinar, hann er alltaf svona perlufestir eins og amma sátti Já hann svona hendi þeim til mín Er hann með perlufesti? Ég langar að ríða Harry Styles Gauður, ég er að segja það Ég er ekki að dæma þig Nei, og það var líka allt í lagi ef ég vildi það Sem þú vilt Nei Sem að ég er bara í góð, eða samt ekki Ég myndi kannski alveg kúra með honum, skilju Þú veist, þá ertu samt að segja Mér langar að stunda mök Nei, ég vil að bleki mig Sko, mér myndi líða betur að það væri einhver svona hard guy En ekki Harry Styles er Þetta er Fyrir mér er hann bara, þú veist, svona úlingur eitthvað, sko Hann er, nei Nei, þú veist, ég veit hann er fullorðinn maður Já, ég veit, hann er eldri en ég, sko Já En samt á saman tíma Ekki að segja eins og ég sé að tala um einhver 12 ára strák, skilju Nei, ég er ekki að meina það Það er samt, sko Nei, hann er ekki barnastjarna Nei En þér langar til að ríða barnastjarna Nei, þú veist hvað ég meina Ég vil það ekki Þér langar að ríða Harry Styles Jú, guð Nei, ég vil að Harry Styles blikki mig Og viðurkennir mig sem mannesku Veitu hvað blikk þýðir? Ok, þú sagði samt að þú hefur verið með Van Cross Já, ég er svona að reyna að muna nöfni, sko Ég man, fyrsta skýst sem ég áttaði mig á því Þegar ég var með svona Man Cross Það var Brad Pitt Já Ég sá Inglourious Basterds Það var ég bara náttúrulega, fuck En það er bara, mér langar ekki til að ríða hann Ég var bara svona, wow Það langar að vera hann Já, mér langar bara svona Eða þú vilt hann Mér langar einhvern veginn, nei Það er nefnilega mál, nei Braddarinn Og það væri ekkert að því ef að það væri málið En Hann væri svona eitthvað Sitta á sig spreyt hann Eitthvað svona Braddarinn, eins og þú kallar hann Braddarinn Og þú labbar fram í hann eitthvað Oh, hey, it's Arnor Daddy Arnor Daddy Akkur er þetta alltaf svona creepy Ég veit það ekki, hvernig gerður þetta creepy með? Nei, myndir ekki vilja að hann eitthvað svona Arnor Daddy Ég held að ég myndi blikka þig Ef þetta var í álfuru, ég myndi frík út Já. Mér myndi líða rosalega óþægilega Sérstaklega ég var með húsinu hans Við getum stórt hús, ég er bara Gaur, hey, húsinu hans Braddi minn I'm going out of here Já. This is getting creepy This is not my vibe, man yeah. Stop blinking me Stop, why are you doing this? Where is Harry Styles? I wanna put my penis inside of him Just to spike Toto Ég myndi gera það Já. Nei, ég Þú myndi ekki myndir halda að sofa hjá Harry Styles Nei, ég myndi ekki halda fram hjá konunum minni, sko. Nei, segjum bara að þú vera allt í einu single Já, þá myndi ég ríða Harry Styles bara til að geta sagt við þig Já. Hey, Þórhallur Þá myndi ég segja, mér er alveg sama því ég Þú er ég svo öfundsjúkur Mér langar ég ekki í hann þannig Sérðu, þú ert með þess að öfundsjúkur núna bara við að hugsa um að ég sé það á þér Það er alltaf svona eitthvað Nei, við sko bara Það er bara alltaf lag, meðist það bara fyndið Hvað ert þú þá eitthvað Man Cross á Arnold Schwarzenegger eða eitthvað? Nei, bara Brad Pitt Já, þú veist, ég er ekki búin að pæli því lengi, sko En ég man eftir þegar ég áttaði mig á því fyrst bara nú, ok, já, þetta er Man Cross Já. Það var Brad Pitt En svo er enginn svona með þetta eftir í hug, sko Nei. Ég er búin að var að tala með daginn, ég er búin að horfa vandræða lítið á bíómyndir og þætti upp á síkastið bara eiginlega frá 2020 Mér langar að horfa á nýju Harry Styles myndina Hvað myndi það? Don't worry darling Er þetta alvöru mynd? Er hann að leika? Hann er, já Vítu er ég að hugsa um hann Er hann ekki, þú veist Olivia Wilde Harry Styles leikstjóri? Ekki One Direction gæinn Hann var í einhverju svoleiðis, já Einhverju svoleiðis, einhverju boy band Já
já, og svo hætti hann, skilur já af því að hann var honum fullorðin boy Já. in a band já, og hann bara breakthrough stjarnan, hann var einu sem var með hæfileika þarna, hann hélt bandinu uppi, skilur hann fór í sína eigin direction. oh my god Þórhallur þú ert ekki bara með man crush, þú ert líka fangirl hætt að dansa svona hvað er þetta að gera hvað er að þér? Ég var að vinna á frístundaheimilinsunni og það var reyndar ekki Harry Styles sem hætti fyrst í One Direction eða eitthvað, það var eitthvað svona gauð sem heitir Zayn eða eitthvað og ég veit þetta bara því allir krakkanir þú veist, þú voru alltaf að hlusta á þetta er nokkur ár síðan, þannig að þá var One Direction bara hafa þetta á hreinu, allir krakkanir voru að hlusta á þetta -hmm. ekki fara að hugsa um eitthvað annað og svo hætti þessi Zayn í One Direction. Já. Ég var að lauga allan krakkanum að ég var að byrja í One Direction. ok, en þetta Man Crush byrjaði fyrir nokkurum árum er ég að búast við þegar One Direction var að þarna var hann ekki orðin að mannin sem hann er í dag sem að já, fanga bara hjarta að fullon að manni minnur, hann var þá lítill strákur já, þá máttur ekki viðurkenna þá var ég ekki að pæla og hann var ekki búin að gera þessi lög sem að ég fíla líka já syngdu eitt lag eftir Harry Styles núna Nei, ég er umhverfið söngur en as it was full bólusætur á Spotify já, ég bara tala í því lagi, skilur við já, reynda rétt já, en þú hefur alveg sungið samt Já, ég hef illa. oft heyrt þið syngja illa, já og það byður þið aldrei neitt um að syngja svo er loksins þegar ég byður um að syngja as it was you know that ok As it was eða sírubað eftir as it Þórhall was ég þarf alltaf að setja síri í augun á mér eftir ég sé hvað hann er fallegur gróft já. En já, ég lauga allar krökkunum að sinns ég var byrjaður í One Direction já, og þau og trúður og ég fekk við mig til að photoshopa mig nei, inn á mynd og ég vona að ég finna hana þá kannski getur þú sett hana upp þú veist og þetta var ógeðslega svona illa gert það var svona, þú veist, þetta var líka minn á hinn og svo bara svona, eitthvað svona andlit á mér ógeðslega svona illa settin en yngstu krakkarnir trúðu þessu nei, þau náttúrulega voru bara 6 ára, skilur við já og þau eitthvað, bara ert þú byrjað í One Day? Ég eitthvað, já, bara geggjað og eitthvað, þekkir þú Harry Styles? Ég eitthvað, já, hann elskar ananaspítsu og ég var eitthvað hann elskar ananaspítsu og eitthvað, í alvörunni mér finnst það ekki það gaman og ég prenta út þessa mynd og hengdi hann upp sko í þú veist inn á frístundaheimilinu þannig að allir krakkana er þetta í alvöru þú? Ég já, sér það ekki ég er í One Direction ég kom í staðinn fyrir Zayn Jesus, það er svona gaman að fokka í börnum það er eitt af versta við sem að svona er að vera ert þú örverpi líka? ég er örverpi, já það er versta fyrir okkur að við áttum aldrei yngri systkini nei, til hvað að er ekki ruglað í ég held að það sé háprósent að uppbjöðstundur örverpi líka já, það er eitthvað að skoða það þetta er eitthvað svona já, þetta er eitthvað svona þú fær svo mikla athygli já, og síðan hættir það bara já, og þú Það er svo verður skrúfa á vatnið. þú verður að sækjast í þessa athygli já, þetta er sjúkt já, en ég tók eftir sko, miðjibönn þau fara í improv heyrðu það? miðjibönnið miðjubarnið sem fær ekki nóg mikið ást en er bara ekki nóg hæfileikar ykkur skaut sig einn í eftirparti samt ekki með alveg sem var bara þykjast já, já improv sko en systir mín, kærasta mín á systir passa sig annars sko já, og hún heitir Harry Styles ég er með mannkors á henni þegar við byrjum saman þá var hún röðla þú veist 6 ára eða eitthvað, ég maður ekki en ég hún er oft í heimsókn og svona og þá 90 stundum tækifæri að fokki henni já, og ég með ég er ekki alveg viss hvort ég að segja þetta er smá ógæslegt sko ok en samt ekki, þetta er bara ógæslegt af því að það er kúkur í þessu ekki, ég gerði ekki neitt ógæslegt þú kúkaðar ekki á hana það nei, ekki svo slæmt en þetta var, þú veist, hún var hjá okkur þú veist, í heimsókninni kringum jólin og var svona smá uppdrængindi sko
Ég var nú klóstaði að kúka og hérna hún kom í heimsókn og eitthvað, ég fór fram og eitthvað og ég veit náttúrulega að hún var rosalega spennt við jólagjöfum og svona en ég eitthvað, hann að hei, en að við keyptum auka jólagjöf hann að þér hún eitthvað, ha, í alveg já, og þú mátt finna hann núna hún er inn á Bæjarbyggju það var viðbjóðslilegt ég var að eyðileggja þetta Bæjarbyggju þannig að hún lappar inn og ég sé á henni bara leið og hún lappar inn fyrir svo klassa og henni langar 0 að vera að inni og hún er eitthvað svona og hún líka minnist ekkert á kúkuleik hún er ekkert bara eitthvað, oi Arnór, þetta er ógæst hún er að reyna að hunsa þetta hún bara næs manneskja svona að reyna að halda ælunni niðri og hann lappar að kíkja svona Arnór, ertu vissum að sé á Bæjarbyggju hvað var hún líka í augunum, var þetta svona hún sagði nánast bara svíður í augun það byrja að tára oh my god sé ekki neitt hún er svona Arnór, ertu vissum ekki, ég finn ekki neitt hvar kemur vísbendingar ég svona, já, það er einið og hún var hann inni í smá stund og hún bara, Arnór, ég finn ekki jólagjöfum minna nú, langar ekki kúkalegt til jólagjöf ég held að ég langaði kúkalegt svo við erum að tala um það að ég sé óþroskað ég er aldrei að segja að ég sé ekki óþroskaður ég er bara að segja að þú kemst ekkert upp með að vera eitthvað að þykjast sko. þú verður eitthvað öðru segð þegar þú verður 39 ára þú verður ennþá eitthvað, hvað vil kúkalegt í jólagjöf þú ert bara í uppnámi að því að þér langaði til að segja þetta fyrst já, reyndar þetta er góðu brandari þetta út bara öfundsjúkur aftur ég ætla að gera þetta eitthvað við Harry Styles já, ég ætla að ríða Harry Styles og gefa honum kúkalegt í jólagjöf og það mun virkilega sína ég ætla bara að sína hverju maður þú lætur Harry minn í friði þetta er ástæðan að þú ert óþroskaður en ég myndi aldrei gera það oh my god ég vil lært að ógeðslega maður sorry maður en svona er þetta bara svona er lífið stundum þarf maður bara að gera svona hluti að því maður er orðinn svo fullorðinn já, maður þarf að krydda upp á lífið já svona nánast eins og fólki sem var hlustan og var klippt eitthvað út á náttúrulega hvað það tók mikið upp svona er þetta bara stundum þegar maður þarf að vera fullorðinn já, hvað voruð ekki að tala um kúkalegt í jólagjöf þetta meikar 0 sens en ef þið er að ennþá að hlusta þá bara kudos þetta eru miklu meira næs hljóð þetta er alveg cool já. En við erum búið með tíman okkar enn í dag ég vil bara þakka þér kærlega fyrir að mæta í Harry Styles hlaðvarpið við elskum Harry Styles með stæl þetta var umulegt takk fyrir okkur já, þetta er skrítið já. Við sjáumst þetta var skemmtilegt samt spjalla við já, þetta er alltaf gaman þetta er vandræðilega gaman já, ég vona að við höfum ekki farið oflangt yfir velsæmismörk fólks nei, og líka ef við fórum allt og langt yfir mörkin þú veist, akkur er þetta að hlusta hérna í næstu klukkutíma nákvæmlega, 2 óþroska vitleysinga af hverju er þetta að gera sjálfur þér hvað er að þér? hlusta á þetta ógeðslega podcast þroskastu já hæ mamma